Já, komið sæl aftur. Við heyrðum hér áðan í honum Þórarni Pétursinni sem formaður félags sauðfjárbænda og hann náttúrulega með féð bæði á fjalli og annar staðar en þið eruð að hantera lambið og mig langar aðeins að heyri ykkur, það sameinar ykkur að þið eru að vinna úr lambi, þú á bautanum og þú á lambinn og lambadagar framundan hjá þér. Af hverju? Já. Við bautinn náttúrulega búin að starfa lengi og selja mikið lambakjöti í gegnum tíðina og lambið alltaf vinsælt og gott hjá okkur. En það sem kannski ýtti okkur svolítið af stað núna, að okkur langaði til kannski að fara í aðeins meiri fjölbreytileika og lambið náttúrulega æðislega afurð og í allir þeirri umræðu sem hefur verið í kringur lambakjötið, þá fannst mér einhvern veginn, hvað getum við gert? Og það var úr að við ákváðum að setja upp lítinn seðil með svona skemmtilegum fjölbreyttum réttum af lambakjöti og lambið þannig að við þegar hugsaum lambakjöt gjarnan þá sjáum við fyrir okkur hrygg og læri og elda sem slíkt og kannski þessi algengustu steikur eins og lambapræmið. En svo hægt að gera úr þessu, til dæmis erum við með lambasalat núna með lambalundum, alveg sérlega gott og skemmtilegt. Við erum með lambahamborgara, samloku og svo fylgja þarna svona hraustlegri réttir eins og lambaskánkinn og hreppstjórasteikin okkar sem reyndar jú lambapræmi sem við notum mikið. Hreppstjórasteikin, hvaðan kemur hún úr Bárðardalnum? Já, þetta náttúrulega bara vísun til þess að þetta svona kannski eitt besti bitinn og hreppstjóranum var náttúrulega ætlað það besta og þannig kom nafnið til kannski. Já. Talandi dveljum aðeins við þetta með sko vinsældir lambakjötsins. Sérðu mun á því bara núna og fyrir nokkrum árum varðandi sko útlendinga? Eru þeir farnir, eru þið farin að ota lambakjötunum meira að þeim eða vill fólk þetta? Já, við finnum einmitt sterkt frá túristanum að hann hefur áhuga fyrir öllu sem þjóðlegt og einhverja hefði fyrir og líka eitthvað annað heldur en það sem við erum að borða heima. Og eins og við þekkjum, þá náttúrulega lambið okkar náttúrulega svo ótrúlega flott afurð. Þetta villibráð, þetta gengur hér upp á fjöllunum í nýgræðingi og lyngi allt sumarið. Þetta kemur aldrei á hús, þetta meðganga fyrir fram á húsi kannski hérna norðanlands en svo þetta bara úti í náttúrinu og þetta náttúrulega við fáum ekki betra og flottara hráefni. Og þetta skynjar fólkið sem kemur til landsins, það keyrandi hérna og þarf að snarbremsa hér á vegunum til að keyra ekki á villibráðin okkar og það gerir sig grein fyrir því hvað kindin og það spennt fyrir því að smakka þetta líka og vita hvernig þetta og þróun hefur verið svoleiðis hjá okkur á bautanum og við höfum verið að færa okkur meiri í það að hæpa upp það sem heima fengur Þetta local food Já, rauninni bara það og það það sem að fólki vill og fólki finnst spennandi. Fyrir utan það að lambakjöt náttúrulega bara svo frábær afurð, þetta svo gott hráefni. Og svo hefur þróunin í framleiðslunni líka verið að breyta svo mikið að staðinn fyrir áður fyrir var oft fituhlutfallið svolítið mikið. Núna gripirnir svo flottir, þetta eru svo mikið kjöthlutfall og svona hæfileg fita bara til að gera þetta gott. Þannig þetta svolítið öðru sér hráefni, heldur það var bara fyrir 10-15 árum. Karl, þú ert alveg með heilan stað sem að bara ber nafnið lamb inn. Jú, það passar. Og ég nú svo sem ekki fagmaður, ég meiri svona matmaður bara, sko. Og en við finnum það, talandi erlenda ferðamenn, við finnum það alveg rosalega mikið. Á sumrin eldum við lambalæri á hverju einasta kvöldi og gera það með gamla læginu eins og amma gamla gerði og erum með heimalaða rauðkál og Já, þið eru ekki að fara í einhverja nýjungar þar? Nei. Okkur einhvern veginn bara finnst það, við erum út í sveit. Já. Og fólk sem kemur til okkar bæði að gista og að borða, það vill sem sagt vera út í sveit. Það kemur af því að það vill vera út í sveit og þá vill það fá að smakka og borða mat sem er svona mátulega sveitalegur. Ekki sushi svona? Nei, við erum ekki mikið í sjávarréttunum, sko. En þið þorið alveg að vera þarna. Þetta ekki lengur hallærislegt eins og stundum var það. Það nefnilega, sko, þetta var mikið gæfuspor sem að Jóhannes Geir, tengdafaðir minn, steig hérna 2012 þegar hann í rauninni setur upp þetta lambinn konsept. Það svo mikið hægt að gera út frá því, sko. Ég meina, við erum staðsett í sveit, við leggjum ofuráherslu á lambakjötið og þetta smell passar svo allt saman við upplifunina hjá
ferðamanninum. Já. Ferðamanninn alltaf að leita upplifun og það að koma út í sveit, borða gamaldags eldað lambalæri. Sem enn og ekkert slóðar. Það ekkert smá flottur mat. Og ég óttast að það sé eitthvað sem að sé á undanhaldi, sú eldamennska í heimahúsum, sko. Vegna þess að við heyrum líka á Íslendingum, sko, að þeir þetta alveg svo hjá ömmu, þú veist. Já, kunna þá bara ekki að elda lambalæri? Sko, þetta ekki mikil kunst að elda lambalæri, en það eins og fólk hafi sig ekki í það. Já. Hvernig eldar það? Sko, við viljum nú helst láta það hanga inn í kæli í svona 7 daga allavega og jafnvel lengur og hefum nú svo sem farið að grensunni með það, en alltaf sloppið. Já. Og svo eldum við þetta við erum með okkar eigin kryddblöndu sem Unnur María matreiðslumaður hjá okkur hefur sett saman og við eldum þetta á 150 gráðum og þangað til að innri hitinn komin í svona, rúmlega 70, 75 cirka. Og þá tökum við þetta út og setjum bara undir ábreiðu og viljum helst að það sé þar undir í allavega hálftíma áður en við förum að skera það. Og þannig tekst okkur að hafa þetta alveg lunga mjúkt. Og svo afgreiðum við þetta á hlaðborði þannig að fólk kemur upp á hlaðborð og við skerum þetta sem sagt á diskana hjá fólki og svo fær það sem meðlæti sjálft. Og það líka hluti af upplifuninni fyrir ferðamennina, sko. Já, að vera svona nálægt kokknum. Já, þeim finnst þetta þegar maður tekur lærið upp, sko, bara þetta svo fallegt, sko. Þetta ekki bara bragð, þetta fallegt. Já. Þannig að lambið verður í öndvegi og náttúrulega hjá ykkur, eðli málsins samkvæmt, og verður það hjá þér núna á næstunni, en þú ert svo sem með þetta á matseðlinum allan. Já, og bautunum. Ég ætlaði að segja allan sólarhringinn, allan málsins hring. Það má eiginlega segja það og á bautunum kannski, við höfum ekki selt eins mikið á nokkur hráefni eins og af lambi gegnum allar okkar stóru veislur og annað. Það er eiginlega alveg sama hvað matseðil maður setur upp. Fólk vill alltaf hafa lamb það kannski breyst aðeins, þetta var meira áður fyrir lambalæri, svo færist það yfir í lambapræm og fille meira því að fólk svona kannski gerir ennþá, fólk er farið að gera svo vel við sig alla jafna, það hefur svona hækkað standardinn á því. En lambið alltaf rosalega vinsælt og það sem við höfum, það sem við sáum fyrir okkur líka svona lengi aðeins sumarið, það fullt af túrisma, hann hefur áhuga fyrir að upplifa þessa hluti og ekkert bara síður fólkið okkar heima, unga fólkið, að fá þetta þannig framreitt að því finnist þetta góður matur. En þetta kannski ekki dýr matur, kílóið af lambakjöti svona miðað við annað kjöt, það? Ég held að lambakjöt sé alveg einstaklega ódýrt með hvað þetta flott afurð. Það verið að setja, það verið að stilla því upp í hliðin á hráefni sem framleitt í verksmiðjum á unnu fóðri. Þetta villibráð á bestu gerð. Þannig að í rauninni held ég að lambakjöt sé bara mjög ódýrt þegar við horfum á það sem slíkt. En ef þú berð það saman við til þess að fá magafylli með annað kjöt, þá það kannski aðeins dýrara heldur en kjúklingur og svín. En þetta svo flott afurð, þá ekki að bera það saman. En það líka bara með ferðamennina, því við höfum nú mesta reynsluna af því, sko, að það sagði við mig Frakki í fyrra, sko, að þú veist, ég vil eiginlega ekki koma til Íslands og smakka lambakjöt sem eldað á franska vísu eða ítalska. Ég vil bara fá gamaldags íslenska bara fá orginal. Og það upplifum við dálítið mikið hjá okkur á bautunum og við höfum svo sem svona í gamla áður fyrir þá vorum alltaf að leita að einhverjum nýjungum að vera með einhverja kínverska daga og kalla eftir einhverjum tilbreytingum. En eftir því sem flóran orðið meir í veitingahúsunum og upplifum fólksins, eða fólki þekkir svo víða, þá akkurat eins og hann að minnast á, þá það sérstaðan sem að farin að við förum að láta hana ríkja miklu meira og það bara kann fólk vel að meta. Frekar einfaldari hluti og ekki kannski of flókið í bragði, þannig að fólk finni svolítið hráefnið og hvernig hráefnið og fólk vill það. Fólk fer nú í heilu ferðirna til Ítalíu matarstofur þeirra, þannig að það ætti alltaf að vera hægt að gera það sama hér. Svona að lokum, tíminn nú svo fljótur að líða, en ætlið þið að vera með á maturinn eða foodfestivalinu sem verður hér á Akureyri mánaðamótin? Já, við ætlum að taka þátt í því og höfum gert það áður í þessari sýningu sem alltaf að vefja meira og meira upp á sig og náttúrulega bara rosalega skemmtileg. Enda þetta svæð okkar náttúrulega engin smá matarkista með allan landbúnaðinn okkar hér, mjólkurvörurnar,
og svo sjóinn hinum megin með öllu sem að þar kemur. Og svo tölum við nú ekki drykkjarframleiðsluna sem er í gangi í Eyjafjarðarorði. Þannig þetta er náttúrulega, við erum bara í Mekka hérna. Algjörlega. Já, við ætlum auðvitað ekki að taka þátt í sýningunni sem slíkri en við ætlum að vera með einhverja uppákomu á veitingastaðnum okkar þar sem við setjum svona okkar handeringu í öndvegi. Já. Gaman að heyra. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel og við höldum áfram hér og ræðum mat og reyndar matarfíkn hér á eftir.